betur umvafin rósum hér á Starrastöðum þar sem við heimsækjum Maríu Reykdal sem ætlar að sýna okkur frá rósaræktuninni sinni. Hvernig hefst allt þetta ævintýri? Ég nú búin að vera með garðyrkjustöð hérna síðan 1982. Við lögðum hitaveituna eða sem sagt settum virkið vatnið sem var hérna og elsta húsið sem hérna austast var byggt 82. Það verður 40 ára í ár. Já. Þetta hér er það sem við kallum þjóf og þetta er það sem við þurfum alltaf að vera að snyrta og taka af til þess að, vegna þess að ef þessi þjófar fá að vaxa þá taka þeir af aðalknútnum. Hann verður minni og svona ljótari. Já, þannig þetta er svona auka lítill sem ætlar að reyna að blómstra líka. Já, reynir að blómstra líka ef hann fær frið. Og er ekki alveg svakaleg vinna að labba hérna í gegnum og fara í gegnum allt þetta? Jú, þetta er náttúrulega, tekur bara talsverðan tíma, en þetta er mjög skemmtilegt. Svo. Já, einmitt, er þetta ekki gaman? Hvað, ertu með einhverja aðstöð? Já, dætur mínar, dóttir mín er í vinnu hérna í hálfu starfi og ég á móti. Ég er sem sagt, þegar hún er í fríi, þá er ég hér. Það þarf að sinna þessu á hverjum einasta degi, alveg svo verðum við mjólkurkýr. Hverjum degi, það ferðu hingað út og klippir þær rósir sem eru tilbúnar? Já. Því annars náttúrulega bara springa þær alltaf mikið út og falla, sko. Þess að klippið þær og flokkar og pakkar og setur inn í keili. Já. Þar bíða þær eftir að fara á markað. Já, hér er rósa kælirinn minn. Hér er bara svona venjulegur gámur sem er grafinn inn í hólinn. Og hér þegar búið er að klippa þá fara rósirnar hingað inn og bíða eftir að fara í búðirnar. Hvað er þetta stór? Þetta eru stöku? Já, þetta er bara svona slattar. Já, svona þegar maður kaupir eina rós út í búð. Já, og þetta hefði bara ekki náð í gær, það voru ekki 10. Og núna myndi ég fara að klippa rauðar, þá myndi ég taka þessa slatta og bæta í það sem vantar upp í 10 og setja í svona pakka. Og það er eins með hérna búndinn. Hér eru til dæmis bara 5 og 6 á hvorum lit. Og það vantar sem sagt 2 sem ég myndi setja þá í núna. Og þá svo verður tilbúið búnd með 7. Af hverju pappi utanum? Bara til að verja knúpana svo það merjist ekki. Hvernig fyrstu þessa hugmynd af þessum gám? Það er rauninni, ég þurfti alltaf að kæla laukana hérna áður fyrr. Já. Það þurfa, sko, þegar maður er búinn að leggja laukana, þessi túlípanalaukana, setja það í kassa og leggja það í kassa, þá þurfa það að vera í kæli í svona 3 mánuði áður en eru tilbúnir til þess að fara í ræktun og blómstra. Og þá sem sagt upprunalega var settur svona ónýtur sentivérabíll, hann er hérna við hliðina og þar voru laukakassarnir geymdir sem kæli. Og svo fengum við bara þá hugmynda að kaupa notaðan gám og grafa bara inn að það var miklu þægilegra að ganga hann heldur bílhræðir. Jæja, segðu það. Þetta er líka svo skemmtileg aðkoma. Það er ekki hefði mig grun að það væri heill gámur hérna inni. Nei. Það er svona gott að geta nýtt hólana stundum. Og hvað er yfirleitt lengi? Þetta er heill vinnudagur að Já, þetta tekur að fyrir svolítið eftir í hvað er mikið á hverjum degi. Þetta er svolítið misjafnt. Þetta getur verið alveg lágmark 1,5 tími og svo alveg upp í 4 klukkutíma. Bara að gera þetta, sko. Já. Í öllum húsunum. Og þá þarftu að labba alla gangana. Þú ert með 3 gróðurhús. Já.
Þá þarf ég að labba alla ganga og klippa það sem tilbúið. Svo endar þetta í blómabúðunum, Blómabúð Akureyrar, blómagjafabúðinu á Sauðárkróki og húnabúð á Blönduósi. Og svo ég líka að selja eins og ólís í Varmahlíð, Kaupfélaginu, Hofsós, bara svona. Og svo þetta fólk kemur líka hingað að versla. Já, þannig að hver sem getur komið bara hingað að versla beint. Já, í rauninni. Beint af bóndanum. Svo sölubíll sem að keyrir á milli og með afurðir smáframleiðanda. Og rósirnar mínar eru í þeim bíl líka og fólk getur bara komið í bílinn og fengið sér bónd. Og svo þarf líka að leggja niður svona sprota sem eins og þennan, þar sem að engir knúppar eru á. Þetta kallum við blindsprota og þá leggjum við sem sagt svona niður og þá halda þeir áfram að vinna fyrir plöntuna. Þeir eru með sem sagt ljóstillífun. Ég halda áfram að tillífa og vinna köfnunarefni. Þeir blómstra ekki en þeir eru samt að gera gagn ef maður leggur það svona niður. Hvað veldur því að sumar eru svona eins og þessi rosalega þykk? Þessi miklu mjórri, þetta bara... Þetta í rauninni bara sprotin sem kemur. Þetta stjórnast af sprotanum sem verður til í upphafi. Hversu stór og öflug rósin verður. Sáu eru svo niður fleiri rósum? Nei, þessar eru orðnar 2 ára, þessar rauðu hérna. Og þær eru rósirnar, rauðrósirnar sem ég var með þar og undan voru orðnar 20 ára gamlar. Svo þetta heldur bara áfram að vaxa endalaust. Þetta er bara eins og runni. Ef þú ert einu sinni búin að planta þá vex þetta bara og vex ef þetta hefur nóg að drekka og nóg að borða. Hefst með pottaplöntum og túlípönum og svo ferðu þaðan yfir í rósirnar. Já. Hvað verður til þess? Já, það var bara, túlípönarnir það var mjög mikið púl og bera kassa með laukum og mold. Þetta var bara mjög þungt og erfitt og ég hef alltaf verið mjög spennt fyrir rósum og ég var svona með í huga líka að reyna að vera með ræktun allt árið til þess að hafa það grundvöld fyrir að vera með starfsmann allt árið. Og þá sem sagt ákvað ég að prófa að fara í rósaræktun. Gerði það árið 2000. Þá hætti ég með pottablómin og tulpanna og fór að rækta þetta. Byrjar að byggja bara eitt gróðurhús? Já, ég byrjaði að byggja hérna Austastahúsið, 82 og var fyrst bara með það eingöngu. Og svo gerir ég hérna í rauninni hvirfilbyl, 92. Og þá sem sagt kýtaðist það eiginlega svolítið niður, laðist á hliðina. Og þá náttúrulega varði ég að byggja bara í hvelli til þess að geta flutt plönturnar yfir í annað hús og meðan var að vera að gera við hitt. Þannig verður þetta hús til sem stöndum í núna. Og þá fyllti ég þetta allt af rósum og svo 2008 í miðju hrununni byggi ég við hérna milli húsanna, litla húsið sem hérna í miðjunni. Og það hefur bara alveg frá upphafi gengið rosalega vel í rósaræktinni. Og rósirnar mínar hafa verið mjög vinsælar hér slóðir sem bara gaman og mjög skemmtilegt að vinna við og þetta svona engin burður eða neitt svona púl í kringum þetta. Man getur bara sem sagt rölt þetta í róleitum og dunda sér við þetta allan daginn þess vegna. Já. Því maður aldrei búinn, það alltaf nóg að gera hérna. Svo tekur þetta alveg svona 35 daga frá því að kemur bara svona smá, hvað er ég að finna það? Svona smá brum hérna upp frá grein sem búið að klippa áður. Og frá því að þetta brum myndast og þá kemur rós til að klippa líða 35 dagar. Þegar heim komið, maður kaupir rósir, ertu með eitthvað svona ráð? Vasinn þarf náttúrulega að vera mjög hreinn og helst svona sótthreinsaður eða þveginn í þvottavél eða með sótthreinsandi sápu. Því það oft bakteríur í blómóðusunum ef það er sem sagt bara hellt úr þeim og skolað. Og svo mjög gott að taka neðan af svona 1-2 cm
og setja hreint vatn og setja þá næring út í eða pínu sprætt eða eitthvað. Og helst ekki láta það standa í sólskini. Já. Af því að það alveg banabiti fyrir þær að vera í sólskini af því það verður svo heitt og af því það ekki með sitt rótakerfi að þá verða það mjög slappar. En það maður getur nú yfirleitt bjargað þeim, sko, ef maður skiptir bara vatn og síður þær. Já, það vatni sem hitnar, ekki ljósið á. Jú, líka. Hún tapar náttúrulega raka í blöðunum og blóminu þegar það skín svona sterkt sólskin á þær gegnum gluggann. Já. Skiptir einhverja máli hvernig maður klippir þetta niðan? Nei, mér hefur ekki fundist að skipta neinu máli. Ég klippi bara að segja beitt, þannig að þú sért ekki að kremja vasaæðarnar. Já, hvað sé beitt? Já, þessi beitt. Þú veist að neðan á stilknum eða inn í þessum legg eru vassæðar sem að bera náttúrulega vökvann upp í blómið. Og ef þú ert að klippa neðan á rósum eða taka neðan á rósum með einhver áhaldi sem ekki beitt, að þá getur þú kramið opið á vassæðanum og þá náðar ekki að taka vatnið upp. Þá erum við í millibilinu sem var byggt síðast, eða ekki? Jú. Og þetta eru þá þeir litir sem komu síðast? Já, sem voru, og svo náttúrulega ef að stundum lendir maður á afbrigðum eða pantar afbrigði sem ekkert að ganga og sem seljast ekki eða eru að gefa of lítið og þá þarf maður að henda út og byrja aftur. Tekur það þá, er það 30 dagar eða? Nei, það tekur svona 34 mánuði fyrir græðlingana að verða að rós, eða fara að gefa af sér, sem kallað er. Eins og þessi hérna, hún er alveg rosalega stór. Þessi? Já. Já. Þetta er bara afskaplega misjafnt hvað það verða. Það hefur rauninni mjög litla stjórn á því. Þetta er bara... Og er þetta ekki einn fullkomna afmælisgjöf bara? Klippa neðst og koma með 2 metra rós eða hvað? Jú, jú. Það er ekki hægt að hafa það flottara. En svo eru hérna í beðinu hérna innst, þar eru smá nokkri græðlingar, bara til að sjá hvað þetta er lítið. Hvað er græðlingur? Hvað er það? Það er bara rauninni svona lítil, hvað að segja, svona blað og smá stubbur sem maður stingur í kubb og setur svona rótarhormón á. Já. Og sem svo rótar sig. Já, það er rauninni kemur bara héðan. Það er ekki sem þarf að... Jú, ég kaupi þetta yfirleitt utan. Maður má ekki, rauninni ekki taka græðlinga sjálfur af því að þetta er allt einkaleyfi á öllum tegundunum í rósunum. Hérna sérðu sem sagt, svona er græðlingurinn. Ég er nýbúin að setja þetta hér í pottinn. Hvað hérna, já, þannig að eftir cirka 34 mánuði? Já, þá fer þessir er að komast á þann aldur að þessi hægt. Þegar það er að koma svona ein og ein rós, þetta eru líka græðlingar sem ég hef búið til sjálf. Og þeir eru að byrja að gefa svona aðeins. Hvað er þessar gamlar? Þessar? Já. Þær eru svona 3 mánaða. Það vex hratt samt. Já, það gerir það. Hérna þarf að fara að vinna, það er fullt af þjófum. Já, heldur betur. Hérna sjáum við sjálfvirka vökvanarkerfið betur. Já, í rauninni hvernig það virkar. Og hvernig virkar þetta? Fer þetta einhvern veginn úr pott? Það er hérna á bakið eru móðurslöngurnar. Það er bara ein svona stór slanga í hverju beði og svo eru þessar mjög litlu sem að vöka plönturnar í pottinum. Og þaðan kemur náttúrulega áburðurinn kemur úr blöndunar eða það er áburðardælur sem að blanda áburðinn. Þetta er svo mikil tækni. Já, þetta er mikil tækni. Var þetta líka svona fyrst? Hvernig þróaðist þetta svo út í svona? Þetta er búið að vera í mörg ár svona
tækni í kringum þetta. Þetta náttúrulega bara ákveðið fag Já. og það þarf mikla þekkingu til að geta stundar svona ræktun. Ég er garðyrkjufræðingur og þó ég sé vinna við sálfræði í dag með þessu, þá lærði ég garðyrkjuna fyrst og ég er sem sagt garðyrkjufræðingur og hef mjög mikla ánægju af báðum störfunum í rauninni. Þetta er kannski svona pínlítið skilt, maður er að rækta sálina og plöntunar. Já, hvað verður til þess að þú ferð út í sálfræðina líka? Það var svona eitt af því sem ég langaði líka til að læra. Og eftir að maðurinn minn dó og ég var búin að lenda í svona ýmsu og börnin orðin svona nánast fullorðin nema þessi yngsta, að þá ákveði að skella mér bara suður í nám, fór að læra þetta. Það var svolítið töff, það þurfti að vera að þvælast á milli landshluta í 5 vetur. Hún þurfti náttúrulega líka sinna þessu, eða ekki? Jú, ég var enda með starfsmann, en ég náttúrulega þurfti að sinna þessum helgar og bara hugsa börnin. Hvaða ár er þetta sem þú ákveður að fara út í þetta? Ég fer þarna 2005 í sálfræðinámið og útskrifast 2011 með réttindi. Þannig að þið byrjið 2 í þessari rækt? Já, ekki kannski. Hann var nú aldrei mikið í þessu. Það var svona mín deild. Já. Þið eru nú með búskap einhvern líka? Já, við vorum náttúrulega með búskap og erum ennþá með búskap. Þá erum við komin í páskadeildina eða hvað? Já. Það eru gular rósir í 3. af síðasta húsinu. Já. Það eru með gular og svona blandaðar. Já, svona tvílitar órans, tvílitar bleikar. Svo eru hérna í suður í enda eru svona ljós babybleikar með mjög lítið af. Hún er hérna eiginlega uppáhaldsrósin mín. Hún ilmar svo opaslega vel. Það er svo falleg blöðin á henni. Og svona gömlum konum finnst hún æðisleg. Svo ferðu út í að athuga hvort þú getur notað rósirnar í matvæla framleiðslu. Já. Og þegar þú byrjaðir á því og svona, hvernig spyrir bara smakka blöðin til eða hvernig? Já, í rauninni, þá bara smakkaði ég. Já. Bara smakkaði hvort það væri, sem sagt, hvað væri gott bragð af þessari og á hvaða stigi hún þyrfti að vera. Þarf hún að vera alveg útsprungin eða er sama bragðið þó hún sé bara svona. Og þá svona komst ég að því að þær þurfa að vera, að þær eru ekkert allar góðar. Þessi er með leiðilegt eftirbragð, þess vegna nota ég hann ekki. Og þessi hér er bara nánast bragðlaus og eins þessi þarna, bleika, tvílita bleika. Á það við allar, til dæmis, eru allar gulu með ekki gott eftirbragð? Já, þetta afbrigði, þess að af gulri rós. Ég hef náttúrulega ekki smakkað fleiri afbrigði en þau sem ég er með sjálf. Já, þetta var svolítið vinna hérna í byrjun að ganga hér húsin og smakka. Já, og er alveg sama hvort hún er fersk eða þurrkuð? Ég náttúrulega smakkaði þær ferskar fyrst og hef ekki mikið notað hana sem þurrkaða heldur. Ég bara eiginlega ákvað að hætta við að nota þessa. Því að mér fannst bragðið hann ekki gott. Hún er með bragð, sko. En það var bara svolítið leiðilegt eftirbragð. Það nota meira sem eru það útsprungnar fyrir munurinn? Það eru útsprungnar, mjög útsprungnar og þá er það búin að ná svo góðu sætubragði. Stundum kannski þegar þær eru á þessu stigi eins og þessar, þá er ekkert bragð. Þetta er náttúrulega væntanlega bara svona náttúru vala því að það eru sætar og góðar og tilbúna til að frjókast og þá kemur flugan, sko, til þess að frjóka þegar það er útsprungnar. Þá sækir flugan frekar í þær. Þannig að þú notar affall, það sem fellur af. Já. Sem er þá eins og hér er ein. Já. Myndir til dæmis nota þessa í það? Já, ef hún væri ekki gul. Já, ef hún væri ekki gul, akkurat. Það er þessar gulur. Það er akkurat á svona stigi sem það þyrfti að vera. Hérna er náttúrulega ein líka, og falleg. Já.
Hún er falleg þessi, sko. Og þessi rós er alveg afskaplega vinsæl af því að hún stendur svo lengi. Hún stendur lengst af öllu rósunum. Þessa gulu? Þessi gula. Eftir... Það er pínlítið misjafnt á milli afbrigða hversu lengi það standa. Þetta er þessi gamla góða. Já. Og ef þú þefar af knúknum hérna, hún ilmar hann mjög vel þessi, sko. Já, vá, þetta er bara... Já. Hún er rosalega góð. Já. Þetta er bara eins og ylvatn. Já, og þegar þú ert með svona rósir inni í vasa hjá þér, þá angar allt húsið af svona rósa ilm. Þannig að þetta er, hvað er lykt, með sterkustu lyktina. Já. Gulur standa lengst, er eitthvað annað sem að, hverju aðrir, hvað segir maður, hæfileikar, rósa. Já, það eru náttúrulega bara fyrst og fremst að gleðja augað. Það er alltaf einhvern veginn svo gaman að hafa blóm í vasa inni hjá sér. Mann finnst alltaf að vera orðið svo fínt og eitthvað svona, mann líður alltaf eitthvað svo vel með það. Já, tókum við eftir því þegar við vorum inni áðan. Það var svona risastór rósavendur á borðinu og ég hugsaði að fyrsta hugsunin var að það hafi verið eitthvað tilefni. Nei. En hérna, það var bara alltaf tilefni hér. Alltaf tilefni hér, sko. Má ég smakka þessa bleiku? Já, hún er bara ekki alveg nógu útsprungin. Ef þú má smakka. Svona innan úr. Já. Vá, hvað hún er sæt samt. Já, hún er miklu sætari. Heldur hún til dæmis þessi gula. Og knúparnir á þessari verða alveg risastóri. Þessi er alveg útsprungin, sko. Eða verða búin. Þú sér hvað knúparinn er óbúslega stór. Það er rosalega stór. Er þetta eins? Já, þetta er sama sortin. Já. En þessi bara alveg útsprungin eða semst fyrir að fella blöðin. Þannig að þessi myndirðu nota í matargerð? Já, ef hún væri ekki bragðlaus. Bragðlaus, já, það voru þessar sem voru bragðlausar. Maður er alltaf að reyna að finna upp á einhverju nýju til að gera og nýta úrganginn. Gjörðu þið svo vel, viljið prófa að smakka. Já. Fá okkur keks með rósasöldu og svo kannski snakk og vodkasnafs á eftir. Já, það er aldeilis veisluborð. Hvað er þetta hér? Þetta eru svo telauf sem er notað í rósate. Þetta eru bara blómblöð eða þessi blöð af rósunum sem ég tíni af og setja raða bara á ofnskúfu og þurrka inn í bakarofni. Og þá er þetta bara tilbúið. Maður getur geymt þetta alveg endalaust. Svo bara færðu þér þinn skammt í te til að drekka og það er svona, þetta talið hafa róandi verkun og góð áhrif á maga og svona. Ég er svolítið spennt að smakka hérna snakkið. Já, kemur svo vel. Takk. Hvernig, þetta eru rauðar rósir sem er búið að velta upp úr fitu og krydda og svo er þetta þurrkað í ofni í 2 tíma. Ok, vá. Það kemur mjög óvart. Vá, hvað þetta er gott. Og þetta er hvítarósin, gamla hvítarósin. Hún er mjög sæt líka. Og þetta er það sem að þú ert búin að vera að þróa núna síðustu mánuði? Já. Úr úrgangsrósum. Það eru með skakkir, knúpar og stuttar eða alls konar eitthvað svoleiðis. Svo er það sultan? Já, sultan eða sírópið. Sem að þetta er sem sagt líka blóm sem eru bara tínd og sett hérna út í pönnu með pínu læmsafa og sykri og vatni. Svo er þetta soðið saman og síað á eftir. Og svo erum við salt. Það er ekki gott að poppa og setja svona salt yfir? Örugglega mjög gott. Það kemur svona sérstakur keimur af saltinu. Já. Ég hef notað þetta mikið út á grænmetisrétti. Eða þú veist bakaði kartöflur og eitthvað svoleiðis. Þá er mjög gott að strá svona salt yfir þegar maður er að baka í ofni. Kemur svona pínu öðruvísi bragð. Svo erum við með þetta hérna. Já, þetta er rósa vodki. Þetta er rauninni bara vodki sem ég kaupi, svona hreinn vodki sem ég kaupi og svo læt ég rósa blöð, ýmist fersk eða þurrkuð út í vodkan og svo er þetta látið liggja í honum
ákveðin tíma þá verður hann sem sagt svona gullinn af litinn og tekur í sig bragð frá rósunum og kemur mjög sérstakt svona, mjög góður svona snafs. Endilega, fá ykkur að smakka. Þetta sterkt. Þetta svolítið sterkt. En þetta bragðgott. Já, það einmitt gerir snafsið mjög bragðgóðan að hafa rósina með. Ég vonandi get ég farið að selja þetta í hausti eða næsta vetur. Allavega þessar 4 afurðir. Já, frábært að geta nýtt afurðir sem annars færu í ruslið af því að þeir eru ekki söluhæfar. Já, bara gaman að taka á móti ykkur. Takk.